Heil og sæl. Í dag ætlum við að tala kulnun í starfi. Eða bara kulnun í kannski bara lífinu þegar maður upplifir kulnun eða það sem maður heitir á ensku burnout og margir nota. Hvað er það og hvernig gerist það og hvernig lýsir það sér og hvað er hægt að gera? Á maður afturkvæmt til vinnu ef maður hefur upplifað kulnun til dæmis í starfi? Og til þess að ræða þetta hef ég fengið hana Ingu Dagníu Eydal, hjúkrunarfræðing, sem að skrifaði svo frábæran pistil á dögunum sem birtist í fjölmiðlum og þar sem hún lýsti sinni eigin persónulegu reynslu af því að fara í gegnum þetta, að upplifa kulnun, og ég segi kulnun í starfi. Ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvort það hefur bara verið í starfi, en þú svona upplifðir þessi að hafa farið í gegnum svona burnout einkenni og lýstir því svo vel og manneskjulega og eðlilega að það vakti mikla eftirtekt og ég sá bara, það var svo margir þér svo þakkláttir af því að sko það var eins og þú værir bara að opna á eitthvað sem að bara við erum ekki þorað að tala við erum alltaf að tala auðvitað alls konar líðan og við erum orðin svona ófeimin að tala þunglynd og kvíða og geðraskanir og alkohólisma og allt þetta. Svo kom þessi pistill frá þér og það var bara eins og enginn hefði verið búin að tala þetta. Nei, og við erum kannski ekki rosalega mikið búin að tala þetta sem þjóð. Svíar, Norðurlandabúar, margir komnir sko 10 árum á undan okkur í rannsóknum og pælingum á þessu. Já. Og þar er þetta greining. Þar er þetta greining bara, já. Og það sem heitir, myndi kannski heita á íslensku örmögnun eða þrot, og áttum okkur á því að kulnun, eða eins og við tölum kulnun, að það er ekki bara bundið við vinnu. Nei, einmitt, akkurat. Það getur verið bundið við persónulegt líf, það getur verið bundið við hjónaband, það getur verið bundið við bara vegferðina í tilverunni. Já, bara ef þú til dæmis undir álagi í hjónaband, þú getur verið undir álagi miklu í hjónabandi, þú getur verið undir álagi í vinnu. Já. En við þekkjum kannski þessa umræðu best úr svona vinnustaða pælingum og kulnun eins og við tölum oftast hana er kannski frekar það að maður er orðinn þreyttur í vinnunni sinni. Maður er að leggja of hart að sér, maður er að ganga á nærri sjálfu sér, maður setur sér ekki mörk og það er fullt af viðvörunar einkennum sem gefa þetta til kynna og maður getur gripið inn í. Og til dæmis mannauðsstjórnun og svona utanumhald fólk á vinnustað felst svolítið í því að grípa inn í og svona passa upp á þessa hluti að vernda fólki sem er að vinna. Þegar þú talar það á vinnustaðnum, sko, mannauðsstjórnun og þessi fólki sem vernda, þá hugsa ég sko lengra og stærra og hugsa bara samfélagsleg vitund að við verndum hvert annað eða höldum utan hvert annað sem samfélag, vegna þess að eins og við vorum að tala hérna undan þættinum, Inga, þá, þú veist, bara þessi taktík, þetta þegar við erum að mæta fólki á götu og það er alltaf fyrsta spurning er alltaf þessi sko, ekki hvernig líður beint heldur er það, þú veist, er ekki mikið að gera, er ekki brjálað að gera. Ég er oft spurð að þessu og þegar ég spurð að þessu þá fer alltaf stað inn í mér annarkvort þegar fæ ég sektarkennd, samviskubit eða eitthvað brjálæðislegan metnað fyrir því að nú verði ég, jú, það er mikið að gera hjá mér og einhvern veginn að koma því til skila. Það á að vera svo mikið að gera. Og í aðra undir líka verði ég svo þreytt þegar ég heyri þessa spurningu. Ég verð bara svo örmagna af spurningun einni. Já, en þá ertu líka kannski komin á þennan punkt að það er ekki sama að vinna 10 tíma og hafa mikið að gera í 10 tíma. Nei. Og það við setjum rosalega mikið saman sem merkjum þetta hér á Íslandi. Já, og við erum líka ofsalega upptekin af þessu að vera dugleg. Já. Og við skulum athuga það er duglega fólkið í gæsalöpum, það er fólkið með fullkomna áratuna, það er fólkið sem ekki setur sér mörk, það er fólkið sem er í vinnunni allan sólarhringinn og er í tölvunni heima að skrifa póstana og opnar hana klukkan 7 á morgnana. Það er burnout fólkið. Það eru ekki slöku slugsararnir. Nei. Og ég er ekki að segja þeir séu eitthvað latir, skilur. Þeir kannski bara er ekki alltaf, ef við má sletta og segja ljótt, fökk ekki alltaf í flóinu. Þeir eru bara einhvern veginn að fljóta með og það er svo miklu hollara fyrir okkur. En ég
var og ekki þannig, ég ekkert komið þangað og það sem meira ég tók aldrei mark á mínum viðvörunareinkennum af því að þau voru sambland af vinnu tengdum atriðum og svo bara persónulegu lífi, áföllum, áfallasögu, áföllum sem ég vann ekki úr skiluru og þessu að vera alltaf á undan sjálfur mér að þannig varð ég veik. Ég var svo mikið veik og það tekur mjög langan tíma vegna þess að við göngum á ósýrðara taugakerfið okkar, við hreinlega breytum heilanum. Já, og það tekur bara ár, sko ekki 1 ár heldur, það tekur bara nokkur ár að endur víra okkur þannig við séum að fúnkar eins og við eigum að gera. Af því að ef eitthvað tekur langan tíma að gerast, eins og það, eitthvað vont tekur langan tíma að gerast, þú veist, þá tekur líka gott langan tíma að gerast, skilur við batinn. Já. Og sérstaklega þegar maður keyrir af sko miklum krafti á þennan margumtalaða vegg, að þá bara áreksturinn sjálfur að valda svo miklum skada. Þú lýstir því í pistlinum sko mjög vel hvernig það hefði allt saman verið, svona bara að myndræn lýsing á því. Getur aðeins sagt okkur hérna frá því bara, þú veist, það hafði svo mikil áhrif á mig, bara þessi vinnudagur þegar þú fórst og bara einhvern veginn upplifðir þetta bara að lenda harkalega á vegnum? Já, sko það sem að gerist að maður lendur á einhverjum punkti sem maður veit ekki að maður að nálgast svona hratt. Ég var farin að, sko, mér fannst allir hægir, það var allt svo hægt, ég var bara blikkandi háljósunum á allt og alla og mér fannst fólk verið að fara að tala svona eins og 33 snúningar hljómplata þegar það var. Og mér fannst ég varla geta að fara heim á vinnunni af því að ég varð að vera þarna og halda utanum og ég var yfirmaður á mínu vinnustað og bara búið að ganga á miklum breytingum og ýmsu. Og ég sá þetta ekki fyrir, svo allt í hennu verður lítið atvik sem var í sjálfu sér ekki stórkostlegt til þess að ég bara fer heim og hugsa þá leiðinni að nú bara keyri ég út til þess að enda þetta. Já, þið langaði bara að deyja. Bara klára þetta vegna þess og líka það sem að ég hef einmitt rekið mig á að margir hugsa þegar þeir eru komnir þangað eins og ég er farin að hugsa. Ef ég dey þá fæ ég loks að hvíla mig. Já. Það bara undir sæng, skilur. Já. Það ekki það maður vilji losna við lífið. Nei, akkurat. Heldur bara þessi tilhugsun að fá einhver tíman að slaka og hvíla sig. Og það ekki umheimurinn sem lætur mann, sko það mest hérna inni, skilur. Það það sem lemur á manni svona linnulaust. Og það tekur langan tíma að laga það. Já, því að þið einmitt svo árið þú veist, þið langaði ekki til að deyja en það var orðið of erfitt að lifa í þessum fasa. Já, bara svo ofboðslega þreyttur. Þannig að og ég var farin að sko detta oft, meiða mig, ég var klaufsk, ég var gleymin og ég hékk eins og maðurinn minn hefur orðað á sjúklegri einbeitingu. Já, hvernig þá? Að sko ég mundi allt, ég þurfti ekki dagbók, ég var bara svo gangandi sko símaskrá og dagbók í einu eða þú veist, og þetta var náttúrulega að sko ég var komin á allt of hraðan snúning og svo verður maður bara önugur og pirraður að því aðrir eru svo hægir, þeir ná engu, skilja ekki neitt og maður fer að, maður verður ekkert skemmtilegur. Maður verður vondur yfirmaður og vondur sambýlismaður og nefndu það sko. Hvað tók svo við þegar þú lendir á þessu vegg og allt þetta? Ég finna það hefur verið erfitt. Já, fyrst bara, eins og ég sé, var bara mikil og djúp örvænting og grátur og gnístrandi tanna í nokkra vikur. Vegna þess að maður svo gjörsamlega komin á stað sem að maður ætlaði ekki að vera á. Og hvaða hugsanir ollu þér mestri vanlíðan þá? Var það bara sko að þú myndir aldrei sko náður á strik aftur og þú væri bara orðin einhver aumingi eða var það bara... Það var nú seinna. Já, það var seinna. En var það þarna bara... Þarna var bara svona örvænting, bara svona svartnætti. Þetta bara búið, ég get ekkert, það og vita ekki hvað tæki við. Þú veist, bara algjör óvissa. En svo var það þannig, ég gat aldrei farið aftur í vinnuna mína. Og sem sagt, mun ekki fara þangað aftur. Nei. Og það náttúrulega svo koma áföllin. Hvað gerist næst?
hver er ég að verða? Er ég að verða einhver öryrki? Þú veist, maður er svo vanur að vera hinum með við borði. Ég er náttúrulega hjúkrunarfræðingur og með ákveðna sko mikla fordóma gagnvart sjálfur mér í þessar stöðu. Ekki gagnvart öðrum. Nei. Bara mér. Ég get farið á viljanum. Ég kann þetta, ég get þetta. En við erum líka svo, við skilgreinum okkur svo, það þegar ég fer aftur að tala þetta með samfélagslega ábyrgðina, að það svo slæmt hvað við skilgreinum okkur mikið út frá starfin okkar og það til dæmis svo kjánalegt ef ég fer að hugsa það því að verandi prestur, hvað maður einmitt skilgreinir sér mikið út frá starfinu, svo ég alltaf að segja við fólk þegar ég skýri börn og held á barninu sko, og þá ég að segja sko, þar sem að barnið liggur núna í örmum eða fangi mínu sko, og Guð horfir á það sko, að þá það nóg, samt það ekki búið að áorka neinu. Nei. Og skýrnin í yfirlýsingu það að barnið sé nýfætt, þegar það veit ekkert og hefur enga áorka og enga prófgráðu tekið eða unnið einhverja sigra eða fengið einhverja stöðuhækkanir. Nei, það bara er. Já, en svo maður algjörlega og maður þarf virkilega bara að læra þetta upp á nýtt. Maður missir vinnu sjálfu og vinnupóstinn og metorðinn og áhrifinn og alla fundina og mikilvægið og maður bara, allt í einu var ég bara kona út í sveit með hund og þú veist, en ég var alveg hamingjusöm og það kom svo óvart, ég gat verið hamingjusöm en samt veik. Þetta var hamingjusömmur í ógninni. Já. Og þá fyrir maður að leita, þá er maður komin á stað þar sem maður getur fara að samsama sig öll og öllum. Af því maður er ekkert lengur. Og þetta er svo merkileg uppgötvun að eins og einhver orðaði við mig að því þú veist, ég fór að leita hæfileikum í sjálfum mér og ég fór að rifja upp að ég gat skrifað og ég fór að mála og taka myndir og einhver sagði við mig, þú ert bara á fullu að finna snillingin í sjálfið þér. Og að hluta til maður því, ekki það að hitt hafi ekki verið sko mikilsvært, mikilsvært eða mikilvægt, en þetta er líka mikilvægt. Og við erum öll svo mikilvægt. Þú varst ekki bara, sko, þú ert í raun og veru uppgötvað það, að þú varst ekki bara hjúkrunarfræðingurinn, Inga Eydal, sko. Þú varst bara, og maður er eitthvað, ég er ekki bara presturinn Hildur, þú veist, ég er bara margt annað. Já. Og fyrst og fremst ertu, eins og þú segir skírnabarnið, þú ert Hildur Eir. Já. Og þegar maður kveður þetta líf, og ég er mest í bjánin að skilja þetta ekki frá dag frá degi, því að ég veit að það, verandi með fólki í dauðanum, þegar við kveðjum þetta líf, þá er þetta okkur ekki efst í huga við hvað við höfum starfað. Þá er það tengslin við fólkið okkar, fólkið sem er kringum okkur, og hvort að við eigum nokkuð óuppgert við þá sem við elskum, við höfum eitthvað sem er ósagt, og allt það er bara yfirtekur allt, og enginn er að tala það, hvort hann hafi grætt peninga eða komist inn metorða þegar hann er deyjandi. Ég hef ekki hitt eina mannesku á dánum. Ég hefði átt að vinna til 8 frekar. Sem er að sjá eftir því, einmitt. Nei, það er ekki þannig. Auðvitað er þetta hluti af því hver við erum, en ekki eini hlutin og ekki mikilvægasti hlutin. Nei. Þannig að En hvernig þegar þú varst að mæta fólki, hvernig hefur verið að mæta fólki eftir að, sérstaklega eftir að þú bara opnaðir á þetta og fórst að tala þetta og eitthvað svona, hvernig viðbrögð hefur verið fengið? Sko það er eiginlega auðveldara eftir ég fór að tala þetta. En áður, hvernig var áður? Áður fannst mér þetta vera svolítið þannig að fólk kannski sagði ekki neitt. Það spurði kannski manni minn, mikið að gera hér í vinnunni en sagði svo bara ekkert við mig. Nei. Ég bara, að því að kannski hélt að mér liði ekki vel með það, segja ert þú ekkert að vinna núna Inga mín. Nei. Að því líka, það er svo lítið með þennan sjúkdóm eins og marga aðra, eins og þú talar kvíða, þunglyndi, streitu, að við þurfum að fara að sætta okkur við það að þetta eru alvöru sjúkdómar. Og við þurfum að sætta okkur við það sjálf. Ég var alltaf í þessu, það svo mikið skapur. Nú þarf ég að fara, ég er ennþá nú þarf ég að fara að taka mig saman í andlitinu. En þá segir líkaminn segir bara, ósverða taugakerfi segir bara nanna bú, þú ert ekkert að fara þangað finna að ég er tilbúin til að leyfa þér það.
hausinn og viljinn, það bara virkar ekki lengur og það svo skrítið. Já, og hlýtur að vera samt líka ótrúlega lærdómsríkt. Mjög. Þú veist, þetta hlýtur að vera bara algjör svona þroska stökk, skilur að þú veist, þetta einhvern veginn sko... Og ákveðin forréttindi nefnilega. Já. Þó fáránlegt sé að segja og ég óska engum þess að þurfa að fara í gegnum allan dalinn. Nei. Og alla dalina. Nei. En almáttugur minn, ég hefði ekki viljað halda áfram. Nei. Blindandi þangað sem ég var að fara. En ef þú horfir tilbaka núna og þú bara kannski, til þess að kannski ráðleggja einhverjum sem að á þessari leið, bara á leiðina að vegnum, sko, hvenar hefðir þú átt að stoppa, skilurðu, ef að þú, sko, áður en þú krassaðir, sko, hvar var það? Sko, við þurfum með þessi margumtöluðu mörk. Við, sko, ég veit það mjög auðvelt að segja þetta. Já. Við eigum ekki að fara með vinnuna alltaf heim. Nei. Við eigum að hlusta á litlu röddina inn í okkur sem segir, viltu hvíla þig núna? Gerðu það. Ég svo þreytt. Já. Ekki hugsa, þú veist, maður getur kannski 20. Ég ætla að hvíla mig á morgun. Já. Ég ætla að sofa í næstu viku. Já. En maður getur það ekki alltaf. Nei. Maður getur ekki verið adrenalín fíkill alla ævi. Nei. Og maður þarf að fara inn í þægindarhringinn sinn. Það svo mikið talað í dag, sko, töfrarnir gerast utan þægindarhringsins. Já. En við verðum svo veik og við verðum svo þreytt ef við leyfum okkur aldrei að fara inn í hann og bara vera þar aðeins. Já. Þannig að að bökkum aðeins. Já. Og hlustum á einkennin sem að líkaminn og tala ekki tilfinningarnar og sálarlífið að gefa okkur. Já. Upplifir þið, ef þú hugsar, ef þú skoðar þetta, sko, lítur tilbaka, þú að verið komið ákveðna bara ranghugmyndir lífið og sjálfa þig? Já, sumu leyti. Já. Og þetta svolítið hrokafull hugsun. Já, það góð það. Ég þarf ekki, sko, ég læt nú ekki svona stoppa mig. Nei. Ég get. Og þú talar það sem ég var svo fallegt að þú raun og veru kannski ert að mæta fólki þá með öðrum hætti núna og sjá þig öðruvísi í samhengi við annað fólk. Já. Ekki það að þessi hroki hafi verið gagnvart öðrum. Nei. Heldur í raun það bara ákveðin svona innri hroki að halda að maður, kannski það, að því maður ætlast til af sér að maður sé svo ofboðslega sterkur. Og það bara ekkert sanngjarnt í raun. Hvernig lifirðu lífinu núna, sko, til þess að, sko, vera sanngjörn við heilsuna þína og líkamann og svona. Ég meina, hvernig eru dagarnir hjá þér bara? Dagarnir eru svolítið mikið að slást við það að gera ekki of mikið. Okay. Sko, þrekið ofboðslega lítið, andlegt þrek, streituþrek og þannig að ég þarf ofboðslega lítið stundum bara klukkan 6 á daginn ef maður búinn. En ég samt að bara vinna í rútínu, vinna að endurhæfingu á sál og líkama. Og hvað hefur þú gert í því? Hvað hefur verið að gera til þess að í endurhæfingunni? Já, ég var svo heppin að komast að hjá VIRK, starfsendurhæfingu. Og þar haldið mjög fallega utan mann og þar komst ég í sjúkraþjálfun, fékk sálfræðiaðstoð. Svo ég bara stundar hreyfingu, núvitund. Núvitund alveg brilljant tæki. Minna það að var þáttu fyrir nokkru vikum með miklum núvitundar snillingu, fólk getur fundið hann á netinu. Algjörlega. Því að þetta svarið við mjög mörgu. Já, þetta hugsunarhátturinn. Og hjálpar mann einmitt að vera ekki alltaf að þvælast á undan sér eða að vera bara hér og nú og í hverju því sem þú ert að takast fyrir að taka á hendur. Já. Og bara það sem var fyrir mér svona opinberun að finna öndunina mína og geta einbeitt mér að henni og nota hana til þess að taka niður kvíðahugsanirnar. Því að ég var náttúrulega komin svolítið illa inn í kvíða og kvíðaköst. Já, og þú fengið það alveg þannig, þú var alveg fengið bara kvíðaköst. Og það ekkert sem að fer bara þegar maður brattari, sko. Maður þarf alveg að vinna áfram í þessu. Tekur alveg tíma. Já. Hvað sérðu þig svona, að þú talar að þú ætlar ekki að fara aftur í þetta starf sem þú varst í, skilur þú, það sko, en ertu kannski ekkert að plana neitt framtíðina eða ertu með eitthvað svona, áttu þér eitthvað drauma?
Þú ert ennþá kona á besta aldri. Já, ég er nefnilega á alveg drauma og ég er eiginlega uppgötvað það. Ég fór nú á námskeið núna brautargengi. Já. Sem að var svona temmilega mikið fyrir mig, ég verð samt að passa með það líka. Já. En þar er ég að vinna með draum sem að bara, ég veit ekki hvort nokkuð tíma rætist. Nei. Þannig að það er líka hluti af þroskaferlinu, að ég veit ekkert hvað ég get, ég veit ekkert hvað verður. Nei. En ég ætla ekkert að gefast upp og þó að ég fari ekki einhverja launaða vinnu í dag eða morgun, þá get ég samt unnið og ég get gert svo ótal margt á mínum eigin forsendum. Nú ertu bara að byrja að gera gagn til þess að tala þetta, skilurðu víða? Þess vegna skilurðu, bara að þessi hugsun að maður geti þó verið einhvers virði, samfélagslega verið einhvers virði fyrir fólki sitt og bara sjálfa sig og hundinn sinn og allt þetta, þetta snýst ekki allt Og líka það, ég held að skipta rosalega miklu máli eins og þegar ég var að lesa pistiliðin þar svo að tala með þetta, ég held til dæmis að hjúkrunarfræði menntunin þín og hjúkrunarfræði reynslan hafi gert pistilin ennþá betri í því að hvernig þú útskýrðir hlutina. Vegna þess að mann alltaf sér hlutina svolítið svona með krítiskum sínum hjúkuaugum og ég verið að lesa rannsóknir og allt mögulegt og er alltaf að því að það mér þetta er svo fróðlegt og forvitnilegt. Þú hefur verið að lesa þig til þetta. Já. Veistu, hefurðu séð það, er þetta algengara hjá konum en körlum eða er það bara jafnt hjá kynjunum? Nei, þetta er hins vegar sko algengara hjá umönnunarstéttum. Skulum alveg hafa það á hreinu, Þeim sem vinna með fólk. Kennurum, hjúkrunarfræðingum, sjúkraliðum, læknum og ég sé nokkrar rannsóknir gerðar á læknastéttinni. Þannig að þegar þú nefnir þessar stéttir, þá getur maður ekki tengt það endilega við sko launastreitu að vera ekki sko með nógu há laun, því þarna eru stéttir með mismunandi laun, en eiga það sameiginlegt að hugsa fólk, annast fólk. Og hvað heldur þú að það sé? Ég held það að bara líki hlutana seðlega þegar þú annast fólk, þá er fyrst erfitt að setja sér mörk. Og þau mörk þurfa að vera á allt öðrum forsendum. Þú hættir ekki að hugsa sjúklinginn þó að fara heim. Eða einhvern sem er í vanda eða krísu Og getur verið svo erfitt að segja nei við fólk af því þú upplifir sko, ok, nú er kannski vinnudeginu lokið en svo ég beðinu eitthvað og það varðar heilsu einhvers eða lífsgæði einhvers. Og á ég þá ekki fara, þú veist? Já, það er nefnilega heila málið og eftir því sem við sveltum með þessi kerfi meira, því erfiðara. Þú hefur ekki aðra. Nei, ég meina fjársveltuna. Þá bara á hver einstaklingur að hlaupa hraðar og streytan vex. Og þetta er náttúrulega bara vís leið til þess að sko losa sig vandlega við góða starfsmenn út af vinnumarkaðnum. Hratt og örugglega. Já, hratt og örugglega. Og líka kannski auka líkurnar á mistökum. Já, sem að geta orðið, sem að því það nú er að tala um það. Það er nefnilega máli líka. Og það er náttúrulega stór streituvaldur að sko eiga yfir höfði sér að verða eitthvað á í svona mikilvægum störfum. Já. Ótrúlega gott að fá þig hingað til þess að tala um þetta, kulnun bara á ýmsum sviðum lífsins og mér finnst það svolítið mikilvægt að það er mitt, þú komst að því. Það snýst ekki bara starfi, þetta er líka gott að hugsa að það getur líka beinst að einmitt fjölskyldunni eða hjónabandinu eða sem að þú upplifir framistöðu kvíða og einhvern veginn sko, streitu og angist. Og fólk svona keyrir sig of lengi áfram. Já. Eitt sem þetta spyrja lokum, hefur ekki farið í samtalsmeðferð eins og til sálfræðings og eitthvað svoleiðis? Jú. Og þú mælir með því, er það ekki? Jú. Já. Það er að eiga gott samtal við fagaðila annan þetta. Ekki spurning. Nei. Viðra þetta, opna alla glugga. Já. Og bara einmitt opna. Já. Ekki loka á þetta innra með sér. Nei. Það held ég ekki ofsalega gott. Inga Dagný Eydal, takk fyrir að koma og tala um þetta og haltu áfram að tala um þetta því þú gerir það svo vel og það þarf að vera meiri, sko það þarf að verða vitundavakning í okkar samfélagi. Og gangið er vel og farðu vel með þig. Takkaði fyrir og sömuleiðis. Já, takk, ég tek það til mín. Og við bara þökkum fyrir hér í dag og sjáumst aftur í næstu viku.